Við erum komin hérna á afleggjarann að Laugum í Sælingsdal. Ég ætla að fara með ykkur í heimsókn til Hörpu Einarsdóttur. Hún ásamt Erlu, vinkonu sinni, eru að fara í gang með hérna heilsuhótel að Laugum. Kíkjum á hana Hörpu. Lokaðu augunum og lefðu huganum að kyrrast. Vertu kyrr. Slepptu öllum hugsunum, áhyggjum og spennu. Gefðu það vald æðri mætti. Slakaðu. Þú ert framkvæmdastjóri hérna, nýr yfir Hótel Laugum í Sælingsdal og þú ætlar að vera með svona heilsu í bab eða gera þetta heilsuhóteli. Ef við byrjum alveg á byrjuninni varðandi heilsuna, hvað hérna, má ég kannski spyrja þig hvað þú gerir? Tengistu inn á þennan heilsugeira eitthvað? Já, sko, ég er nú búin að vinna í ferðabransanum í mjög mörg ár. Bæði hótelmegin og með ferðaskrifstofu og slíkt. Og hérna, svo byrjaði það eiginlega bara 2013-14. Þá byrjaði ég bara að fá svona mikinn áhuga á heilsutengdum málum og því hvernig við getum haft áhrif á okkar heilsu með lífstíl. Og ég fór í nám hjá svona skóla, þetta er bara internetskóli, þetta er Institute of Integrative Nutrition og gerðist heilsumarkþjálfi. Og ég hef ekkert verið að vinna með það, ég gerði það bara svona fyrir mig til að svona læra meira og kynna mig meira þessa þætti. Og síðan hef ég bara fengið alveg óbilandi áhuga á þessu og því hvernig ég get sko tengt saman þessari þekking og reynslu í ferðaþjónustunni og sko bilandi áhuga, ég er alveg bara brennandi áhuga fyrir ferðaþjónustu og síðan þennan áhuga fyrir heilsutengdum málum og sérstaklega því sem snýr að hvernig getum við tekið ábyrgð á eigin heilsu og hvað er það sem við getum gert. Svo fór ég á námskeið, svona eitthvað sem ég var að vinna með sjálfum og hvert ég ætlaði að fara og eitthvað svona og þetta var svona helganámskeið og þar allt í einu bara kom þessi hugmynd eitthvað heilsuhótel, já, mér langar að opna heilsuhótel og ég bara svona hendi því einhvern veginn út, nei þetta var fyrirgefið, þetta var aðeins fyrir, þetta hefur verið 2012 og ég bara hendi því einhvern veginn út og ég segi bara ég veit ekkert hvernig ég ætla að fara að þessu og þannig, en ég ætla bara að gera þetta einn dag og ég hef mikla trú á því þegar maður setur svona út í kosmóið og tala líka svolítið það. Ég hef alveg verið dugleg við að segja fólki að mér langi svo að tengja þessi hugðarefni mín og gera eitthvað með þetta, opna heilsuhótel eða þú veist, gera eitthvað þannig. Þannig að það er kannski ekki nóg að einhvern veginn bara setja þetta út og spá svo ekkert meir. Og ég sjálfur sér kannski gerði ekkert meir í því annað en að tala það. Núna í ár þá dettur þetta fallega hús hér, merkahús hérna á Laugum í Sælingsdal í hendurnar á þér. Já. Það er svolítið skemmtileg saga á bak við það. Sko, ég fæ þennan draum þarna 2012. 2014 þá fer ég í vinnuferð til Singapore. Það var 4 daga ferð og ég sagði, guð minn almáttugur, ég er ekki að fara að fljúga alla þessa leið bara fyrir 4 daga. Þannig að ég ákvað að fara og taka mér eitthvað smá frí. Fór eitthvað svona að googla og skoða og leita og datt inn á svona resort, svona wellness resort á Bali. Og fór þangað í 5 daga og þetta var bara svona, maður vaknaði á morgnana og satt úti og hugliti og svo var jógatími og svo var eitthvað svona hollustu morgunverður og nuddmeðferðir og þetta var bara dásemd í 5 daga. Og ég talaði nú við þann sem var svona resort manager hérna og var svona spáði að, ég var svona að hugsa að það var nú kannski gaman að búa til einhverju svona ferð á þennan stað. Nema svo bara svona hálftíma áður en ég fer því ég var búin að tekka mig út og er að fara af stað frá hótelinu, þá kemur til mín eigandinn af resortinu og það er Indverji sem á þetta hótel hann á Bali og hann segir við mig, heyrðu, ég var að frétta að þú værir í ferðaþjónustu og væri frá Íslandi. Já, segir það er alveg rétt. Ég var með nefnilega draum. Ok, hver er hann? Mér langar svo að opna heilsuhótel á Íslandi og ég er alltaf bara, ok. Svo fór hann að útskýra fyrir mér hvað hann var að pæla og hakan á mér segi alltaf bara lengur og lengur þannig að hann bara tala allt það sem ég hef talað og það var að hugsa. Og
Það varð úr að við vorum í sambandi og fórum í gang með pælingar varðandi þetta og við erum svona að skoða þetta allt saman og þá kemur það upp að þarna vorið að kona þessa manns hún fær krabbamein. Og hann segir við mig, ég verð að stoppa, ég get ekki haldið áfram með þetta mál, ég þarf að sinna fjölskyldunni og svo leiðis. Og allt í lagi, það fór bara þannig, en það gerist annað sem að gera það að verkum að ég er hér. Og það er það, þarna sumarið að þá fer ég í gönguferð með hópi og er að labba Laugaveginn. Og þar kynnist ég þessari konu sem er með mér í þessu, henni Erlu Ólafsdóttir. Og hún er höfupinn á spjaldhryggjar meðferðaraðili og hún er reyndar í dag eða fyrst og fremst kennari. Ferðast allan heim og er að kenna þeim sem að vilja gerast meðferðaraðilar. En á þessum tíma var hún ennþá þessa meðferða og við kynnumst þarna í ferðinu og erum mikið að spjalla og svo fer ég í meðferð til hennar eftir ég kem heim. Og þá segi ég henni frá þessu. Við erum að tala þetta og ég er að segja henni frá hvernig þetta hafi farið og ég hafi hittað þennan mann og eitthvað svona og svo bara ekki meir. Og þetta er sérst 2015. Svo núna í síðla haust þá kemur til hennar maður sem að segja að þessi bygging sé til sölu og hann sé svona áhugasamur að kaupa það kannski og hvort að henni detta eitthvað í hug sem að var hægt að gera henni eitthvað. Hún hugsar heilsuhótel og hringir í mig. Í byrjun júní að þá ætlum við sérst að opna hér dyrnar fyrir bara gestum og gangandi. Og við ætlum, þetta verður auðvitað líka venjulegt hótel þar sem fólk getur komið og bara gist eina nótt og allt það. En við munum leggja áherslu á að bjóða upp á allskyns prógram. Vera hér með einhverja svona heilsudaga, vellíðunarpakka. Við erum með svona pakka gönguferðir. Það sem við erum að hugsa er að þú kannski kaupir pakka sem er vellíðunarpakki, þá kemurðu og það er boðið upp á jóga, það er boðið upp á jóga nýdra sem er svona hugleiðsla, boðið upp á gönguferðir. Hér mun verða eingöngu heilsusamlegt fæði. Það þýðir ekki bara grænmetisfæði, það verður fiskur og það verður kjöt, en það verður allt unnið og eldar frá grunni og namaste. Svolítið slögg. Alveg bara. Og ekki vera hérna eitthvað áfram bara. Ertu nokkuð að hraðferð? Við verðum að láta þessu lokið í kvöld. Ég geti vissulega haldið áfram og slakað hérna í allan dag. Við þökkum fyrir þáttinn í kvöld. Sjáumst í næsta.